Við strákarnir í mat og menningu erum ennþá á Vestfjörðum, þar sem við látum hungrið reka okkur áfram og næsta stopp er Flateyri. Við ætlum að hitta hana Guðrúnu Pálsdóttur, einn eiganda EG fiskverkunar í Svarta pakkhúsinu, elsta húsi þeirra Flateyringa. Þar hefur verið sett á fót harðfisksetur sem heldur utan sögu og verkun á harðfiski. En harðfiskurinn frá fjölskyldufyrirtækinu EG fiskverkun hefur einmitt verið skráður í bragðörk Slow Food með íslenska skyrinu. Fyrirgefðu mér undir fótum ég fyrir þér finn. Guðrún, við erum komin hérna í harðfisksetur Íslands í gamla Svarta pakkhúsið, elsta hús Flateyrar. Já. Hvað eru þið að gera hérna inni? Þetta er upphafið af sýningu sem ég og frænka mín Jóhanna Kristjánsdóttir höfum látið gera og við höfum félag sem heitir Hús og fólk og það stendur fyrir þessari sýningu ásamt fleiri hlutum sem við erum að gera hér á Flateyri. Okkur langaði að segja sögu þurrkaðs fisks á Íslandi og þetta er upphafið þessi plaggat sem hér eru komin. Og hérna getum við rakið söguna í rauninni neyslu, veiðar og uppbyggingu þorpsins í kringum það. Já, það, hérna, þú segir, það eru veiðarna, hvernig var fiskurinn veiddur í gamla daga, það er sú saga, árabátar og vélbátar, seglbátar og vélbátar og til dagsins í dag og svo harðfiskverkun eins og hún var frá bara örófi alda þegar Ísland byggðist, þá var veiddur fiskur og hann þurrkaður því að Íslendingar hafði ekki mikið korn, þannig að fiskurinn var stundum, harðfiskurinn eða þurrkaði fiskurinn var kallað mjöl Íslendinga, þannig að Íslendingar hafa náttúrulega neytt og notað fiskmeti frá, já bara upp af alda, við byggum hér, byrjum að búa í Íslandi. Nú er sko, ef ég ætla að gera mjög vel við mig, sko, ég tala nú ekki ef ég er einn heima með hundinum, þá kaup ég harðfiskpakka og við möðlum eitt pakka saman yfir bíómynd. Með góðu íslensku smjöri. En ég sá þegar við vorum að keyra hérna inn í bæinn, það eru komið söguskilti hérna og eru hérna fyrir utan pakkhúsið. Tengist þetta þessari sýningu eitthvað? Nei, þetta tengist Hús og fólk, félaginu okkar Jóhannu og það eru, þessi söguskilti eru 16 staðir á Flateyri sem við erum búin að gera heimildir og það er hægt að leigja MP3 spilara og spjaldtölvu til þess að hlusta á þessar heimildir. Og labba bara bæinn? Þú getur labbað bæinn. Með gagnvirkar upplýsingar? Já, eða bara fengið þetta, ef þú stoppar inn eitthvað þá er mjög gaman að bara taka þetta og það sem þú býrð og hlusta á þetta og fara svo og skoða staðina sem þessar sögur eru sagðar af. En þú kannast nú vel við harðfiskinn sjálf, þú tengist líka og ert að verka harðfisk, eða ekki? Jú, fjölskylda mín, við höfum verkað útiþurrkaðan fisk síðan árið 1996, þá byrjum við á þessu og síðust, 99 látum við smíða bát, 10 tonna bát sem við gerum út á línu og strákurinn okkar á hann með okkur og hefur verið skipstjóri og hann heitir Birkir og dóttir mín sem heitir Steinun, hún hefur verið háseti í mörg ár hjá bróður sínum, þannig að þau hafa róið á línuna og sótt fiskinn fyrir okkur. Það er allt fjölskyldan? Já, við foreldrarnir, Einar Guðbjörnsson og ég, við höfum flaggað og fengið svo fólk í vinnu til að hjálpa okkur og þetta er allt handflaggað, þetta er allt veitt á línu sem er vistvæn veiðarfæri, handflaggað inni og hengt út í hjall og þurrkað í vindinum sem er náttúrulega vistvænt, þannig að fiskurinn er vistvænt veiddur og vistvænt þurrkaður úti. Það er lítið af vélum sem kemur þetta nærri? Nei, það er bara handflöggunin og einhver smáir svona hjálpatæki til að kúla steinbítinn og viktar og svoleiðis. Ég dráttarvél við notum þessi liftara til að taka körinn með fiskinum í af bryggjunni og upp í fiskverkunum. Guðrún, takk að kærlega fyrir spjallið og gangi ykkur vel. Takk. Frá Flateyri liggur leið okkur göngin til Suðureyrar, það sem matartengt ferðaþjónusta blómstrar. Á Suðureyri er hægt að heimsækja þorskinn í lóninu, skella sér á sjóinn sem háseti á línubát, heimsækja fiskvinnsluna á staðnum eða fara í matarferð með leiðsögnum þorpið,
En það einmitt það sem við ætlum að gera. Okkur sagt að mæta svangir í ferðina, þar sem rölt og sagan bókstaflega étin upp. Sjávarþorpið Suðureyri stendur við Súgandafjörð sem nystur svokallaðra Vestfjarða á Vestfjarðakjálkan. Fjörðurinn langur og þorpið stendur yst í honum að sunnanverðu. Og stendur Suðureyri ásamt Bolungarvík á elsta bergi Íslands. Sjómennirnir við Súganda kappkosta að stunda sjálfbærar vistvænar veiðar í fullkominni sátt við náttúruna. Mikil áhersla lögð á fullvinnslu þess afla sem komið með að landi og það sem ekki unnið í fiskvinnslunni í Íslandssögu, svo sem hausar og afskurður, fer til frekari vinnslu í fyrirtækinu Klofningi. Þar eru til dæmis fiskhausarnir þurrkaðir við jarðvarma og síðan fluttir til Nígeríu, þar sem eru notaðir í súpur. Súgfirðingar hafa lagt metnað sín í að fylgja nútímalegri umhverfisstefnu meðal annars í nýtingu endurnýjanlegrar orku, þar sem því verður við komið, spara aðra orkugjafa og lágmarka úrgang og mengun. Þannig vilja súgfirðingar byggja upp sjávarþorpið Suðureyri sem orðin frábær viðkomustaður á Vestfjörðum. En eftir afar bragðgóðan göngutúr bæinn hittum við Elías Guðmundsson, vert og eiganda Fischermann. Elías, við erum komnir á matarbæinn Suðureyri. Já, sjávarþorpið Suðureyri. Sjávarþorpið Suðureyri. Við vorum að koma úr matarferð sem á vegum þíns fyrirtækis. Það passar. Fischermann ferðaþjónusta. Já. Og þar löbbuðum við þorpið heil lengi, klukkutíma og smökkuðum mat og fræddumst svæðið. Ertu búin að vera með svona ferðir lengi? Nei, þetta eiginlega annað árið sem við erum að gera þetta sem viðskiptavöru, en við vorum búin að vera að þróa þetta töluvert lengi áður en við fórum að stað með þetta. Þannig að má segja að það séu svona 4 ár sem við byrjuðum að pröfa þetta. En svona sem almennilega vara, ekki nema 2 ára keyrslu. Hvað er Fischermann að gera mikið á Suðureyri? Þið eru með þetta gullfallega kaffihús. Já, við erum sem sagt í grunninn, við byrjum sem bara gistiþjónusta með gistiheimili. Síðan stækkar það bara jafnt á þétt og við erum þá komið með sjávarræktar veitingahús, þar að segja á hótelinu okkar, og síðan erum við með þetta kaffihús. Þessar ferðir sem þú fórst í núna áðan, við erum með litla verslun hérna í þorpinu líka. Maður sér litla kallinn ykkar, þetta vinalega skilti svona hér og þar og víða bæinn, þar sem að þið eru svona aðeins að minna á okkur og vísa ferðafólki veginn. Og þið hljótu nú farnir að verða svona kannski stór aðili í litlum bæjum svo Suðureyri? Nei, alls ekki sko, við erum kannski ábyrjandi aðili. Ábyrjandi, já. Já, en við erum ekkert stór sko. Nei. Við myndum ekki segja það sko. En að vera ábyrjandi er bara partur af markaðsstarfið. Já, já. En þið ítið svolítið undir þessa sjálfbærni og svona að þið eru svolítið umhverfisvænn bær? Já. Við bjuggum það ekki til, heldur var svona, þetta eiginlega það voru ferðamenn sem fóru að tala þetta við okkur. Ég hafði ekki hugmynd þetta sjálfur þegar þeir fóru að segja mér sögunum vistvæna sjávarþorpið til Suðureyri. Þeir tóku eftir þessu þegar þau voru að heimsækja okkur, þessir ferðamenn erlendu, komandi úr stórborgum Evrópu, að það væri nú mörg gildi í þessu samfélagi sem við höfðum sem verið svolítið sérstakt. Og svona þegar við fórum að skoða þetta betur að einhverju alvöru, þá kom það bara daginn að þetta er ábyggilega sterkastur sölupunkturinn okkar í því sem við erum að gera. Er eitthvað í pípunum hjá Fischermann? Er eitthvað nýtt að koma? Nú eru þið svona í ýmsu? Já, það er kannski ekkert nýtt. Við erum kannski svona einbeitt okkur að þið núna að fara að gera bara það sem við erum að gera það betur, vanda okkur meira og
kannski auka aðeins í afþreyingarhlutann. Það svona, svona sóknarferð í því. Á leið okkar til Vestfjarða í þessum þáttum komum við hjá honum Árna í Gæðingi. Já. Hún mikla bruggmeistara, bónda og með meiru og okkur langaði svona sem þakklegt svot að þakka ykkur kærlega fyrir á Fissumann við að sýna okkur Suðureyri og segja okkur frá og njóta skagfiska veitinga. Elías, takk kærlega fyrir okkur og gangi ykkur allt í haginn á Suðureyri. Við verðum ekki lengi að drekka þetta. Þetta flott, takk fyrir. Takk. Frá Suðureyri var ferðinni heitið aftur í gegnum göngin til Bolungarvíkur. Þar sem mjólkurvinnslan Arna framleiðir svolítið sérstakar mjólkurvörur úr vestfiskri gæðamjólk. Hálfdan, við erum komin hérna inn á verksmiðjugólf Örnu mjólkurvinnslu í Bolungarvík. Já. Þetta er glænýtt fyrirtæki og þið hefjið starfsemi hvenær? Það er ekki margir mánuðir síðan. Nei, við byrjum að framleiða mjólkurvörur í október á síðasta ári. Og ykkar mjólkurvörur hafa svolítið sérstöðu? Já, við erum að framleiða laktósafría mjólkurvörur. Já. Og sem sagt allar okkar vörur eru án mjólkursykurs og eru þar af leiðandi henta fólki með mjólkuróþol mjög vel og sem og öllum öðrum. Já. Þetta er náttúrulega bara venjulega mjólkurvörur þannig séð, nema innihalda ekki mjólkursykur. Er þetta flókið ferli að brjóta niður hennar mjólkursykur? Já, þetta er tímafrekt ferli. Já. Og nokkuð flókið. Meðan þú ert að stilla af niðurbróti eftir mismunandi vörum, það finnst svolítið eftir þurrefni, innihald og annað. Af því þú vilt ná þessu 100%. Já. Og þá er það til dæmis öðruvísi í skýrinu heldur en í mjólkinni. Og vinnslan er mun flóknari heldur en í venjulegri mjólk. Já. Og eins og með þessa drykkjarmjólk hérna, ef við tækjum hana bara venjulega mjólk og myndum fljúga sykurinn í henni, þá myndum við fá sætamjólk. Já. Þannig að í drykkjarmjólk þurfum við að fjarlæga hluta af kolvetnunum og brjótum svo niður restina sem eftir stendur. Þá átt að fá, þessi mjólk er nánast nákvæmlega eins og venjuleg léttmjólk. En nú samþjöppun í mjólkuriðnaði eins og öllum öðrum iðnaði. Mjólkin ykkar þarf að ferðast svolítið áður en þið fáið hann í hús eða hvað? Já, reyndar fáum við mjólk frá bændum hérna á svæðinu. Já. Og við kaupum bara mjólk af mjólkursamsölunni, þeir sjáum að smala hérna á svæðinu og við bara tökum það sem okkur vantar hverju sinni. Já. Og vinnum úr því. Og svo erum við náttúrulega að senda allir um allt land. Við erum að selja þessa vörur um 120 verslunum um allt land. Já. Þannig að það er tölvöld mikið ferðalag. En það er ekki ferðalag með mjólkina eins og maður hefur stundum heyrt með sláturhúsinn og það er oft verið að keyra hluti fleiri hundru kílómetra til þess að keyra þeim tilbaka. Já. Nei, það er ekki með okkar vörur. Við tökum það bara hérna í nærumhverfinu. Þetta er bara í nærumhverfinu. Og vinnum úr því. Og hvað eru þið komnir í margar vörutegundir núna? Í allt erum við að framleiða 11 vörunúmer. Já. Og það er hluti af þessu hérna. Og það er rjómi. Já. Og þú þeytir hann bara og ef þú ætlar að baka og þú brókar þennan rjóma eins og hvernig hann rjóma? Já, þetta er bara eiginlega nákvæmlega eins rjómi nema hann er vegna þess að við kljúum sykurinn og fáum aðra sykurur, þá er hann örlítið sætari. Já. Á þess að þó að innihalda nokkuð meiri orku. Og AB mjólk, þar eru þið með AB gerlana sem eiga að gera okkur svo gott. Já, við erum reynda með AB gerla í öllum okkar stýrðuvörum. Já. Í skýrinu, jógurtinu og AB mjólkinni. Bara vegna þess að við tókum það ákvörðun að AB gerlar eru náttúrulega frábæri gerlar fyrir líkamann. Já. Og bara viðhalda fyrir þessa flóru sem við þurfum að eiga. Og við bara lítum á þannig að það veri bara fínt að hafa í öllum vörunum, þannig að fólk fengja það úr öllum okkar vörum. Er þetta fræga gamla góða? Já, þetta er sem sagt bara við framleiðum þetta með gamla laginu, þetta er pokasíða. Já. Og þú finnur líka að það er ekki eins mikið sýra í því vegna þess að eins og ég sagði áðan, það myndast sæta í vörunni þegar við brjótum sykurinn. Vegna þess að sykurinn sem myndast úr laktósanum eru sætari. Þannig að þetta er mildari vara.
Og það í öllum vörunum. Ég finnst rjómi, þetta náttúrulega, maður á kannski ekki að drekka marga lítra á honum, en þetta bara eins og hver annar rjómi, þetta bara... Já. Þetta bara hefðbundinn rjómi. Nú þurfum strákarnir að finna bara bláber, það verður konið með hérna heilugu þrenningu í þessu. Já, það verið. Og einhverja nýjar tegundir í pípunum? Já, við erum náttúrulega alltaf að skoða eitthvað nýtt. Og það sem við erum að vinna núna til dæmis fetaostur, sem við stefnum að koma á markaði mjög fljótlega. Okay. Einnig erum við að velta fyrir okkur, það ostur sem heitir halloumi og hann stefnum við líka framlega núna í sumar. Það þessar 2 ostum sem við erum að skoða núna. Þannig að við hefum eftir að sjá meira af ykkur í búðunum. Já. Og þið eflist með tímanum. Já, það vonum við. Við Norrlendingar þvælumst náttúrulega ekkert út á land nema kannski að vera með eitthvað að bíta og brenna þó að við erum svo sem komið til Vestfjarða til þess að kynnast því sem að þið eru að framleiða. Og mér langar að færa þér hérna svona litla norrlenska gjöf. Já. Og það er nú hérna, það er nú góðir vinir okkar í norrlenska. Já. Og svo fleira góðgæti hérna. Já, bara frábært. Góðar pilsur. Og svo náttúrulega vinir okkar í saltverki, þú kannast nú við þá, vissi ég. Þannig að þú hefur salt á kjöti og grillið og eftir. Já, frábært. Hálfdan, þakka þér kærlega fyrir að taka á mót okkur. Gaman að fá okkur. Og gangi ykkur allt í haginn í Örnu. Takk fyrir þetta. Áður en haldið var í kóið þetta kvöldi vildu við strákarnir koma við á einu vinsælasta veitingahúsi Vestfjarða, Tjöruhúsinu í neðsta kaupstað á Ísafirði. Við ætluðum að plata vertan hann Magga í stutt spjall. En hann tók ekki annað í mál en ég og myndatökumennirnir settumst niður og fengjum okkur glænýjan kola. Við létum ekki segja okkur það tvisvar og nutum glæsilegra veitinga í einu elsta húsi þeirra Ísfirðinga. Maggi, við erum við Tjöruhúsið á Ísafirði. Já. Í neðsta kaupstað. Já, langneðsta. Langneðsta. Já. Hvað ertu búin að vera hérna lengi að steikja fisk fyrir ferðamenn? Heyri, þetta byrjaði svona í litlu mæli 2004. Mánuðamót júní-júlí og var bara opið svona, já, rétt fram í september og það byrjaði þannig að það var verið að leita rekstraraðilum hérna fyrir þetta hús. Þetta var búið að vera kaffistaður og vöfflur og kannski súpa. Og menn voru jú til í að taka þetta gegn hérna meðlagi, sko. Já. Á þeim tíma þá bauðst einhver til, ég held nú ekki að nefna henni upp, til þess að taka þetta fyrir 150 krónur sem sagt meðlag til að gera þetta. Og við sögðum við sjálf okkur hérna, frúin og ég hérna, höfðum verið hérna veitingamenn frá 86 til 2003 með sjómannastofuna sem var í Hafnarhúsinu hérna á Ísafirði. Hérna á Ísafirði? Já. Upp á annarri eða þar með mjög góð útsýni. Og síðan líðum við þarna 11 ár og við sögum já, því ekki að reyna aftur. Þetta er svona bakteríur sem maður vissir ekki svo, læknast ekki svo glatt af. Og þetta byrjaði jú í litlu mæli og svo vatt þetta upp á sig og
Ég man svona síðlega sumar 2004 þá ákvað konan að nú skildu bara vera með bara mat, bara fisk. Þróað svolítið hérna svona fiskimatreiðslu þegar við vorum svona að ljúka sjómannastofu-ævintýrinu sko. Og reyndum það fyrir okkur og jú, það kom einhverjir túristar. Og ég man að eitthvað kvöldið fengum við 8 manns hitt inn og þá hugsaði ég að þetta alveg að ganga og síðan hefur boltið rúlað. Sko, nú varstu og verið ný staðinur upp af frábærum fisk. Já, takk fyrir það. Og spriklandi rauðsprettu sko sem að bara rataði í pönnuna og fram til okkar. Hún mun hafa veiðst í nótt. Já. Verður ekki ferskara en þetta. Fékk hana hérna núna eftir hátíðarspil í dag. Og nú veitingastaðurinn sko að fyllast, þegar orðin fullur. Já, svona nokkurn veginn. Og brjálað að gera. Já, það er mjög gott að gera svona í svona 90 daga, 80-90 daga. Þá bara, mjög mikið að gera. En ekki ferðasumarið að lengjast á Íslandi? Jú, Eru þið ekki að sjá þetta að fara í báða enda svolítið? Jú, við erum búin að vera sem sagt með opið frá páskum, 16. apríl minnum að við höfum hérna opnað. Og fyrsta mánuðin erum við bara meira með 2, hérna ég og Ragnheiður kona mín sem er nú höfuðpurinn í þessu. Já. En núna hérna er orðið það gott að gera. Svona síðasta vikan í júní, hún markar svolítið upp af túrismans hér. En samt búið að vera óvinni gott og finnst okkur núna í vor mun betri enn í fyrra. Og við veitingamenn held ég sem sammála það. En sko, ég raka augun í það þegar ég var nú svona í smá rannsóknarvinnu að þið eruð ekki bara besti veitingastæðurinn á Ísafirði samkvæmt ferðamönnum á TripAdvisor sem að margir ferðast orðið eftir og borða heldur þið besti veitingastæðurinn á Íslandi. Já. Samkvæmt áliti gesta ykkar. Já, sko, mér finnst þetta nú kannski, ég veit ekki, jú, þetta er mjög skemmtilegt en sko, þetta verður náttúrulega ekki margtak fyrir en einhver ákveðin fjöldi kommenta eru komin, finnst mér. Já. Og ég hef heyrt að svona, gott ef að Jónas sagði ekki að 20-30 þegar komið yfir það, þá verður kannski hægt að fara að trúa þessu því að það er alls konar vissin í gangi. En það verður ekki af einhverju tekið að þetta eru nú með þeim bestu fiskipönnum sem ég hef smakkað og ég hef nú smakkaði nokkrar. Já, hérna, við leggjum gríðarlega áherslu og mesta vinnan mín fer í það að redda góðu hráefni og fersku. Og við höfum það kannski fram yfir aðra staði, hérna sem eru í fiski, að við erum oft með þetta alveg glænýtt. En það er ekki það með sagt að fiskurinn sé endilega betri ef hann er glænýr, en sumir fiskur er betri. Já, en ykkar sérstaða er bara íslenskur, vestfiskur, fiskur, steiktur og borin fram í pönnunni. Já, við erum líka, ég hef dundað við að búa hérna til svo kallan kúlaðan steinbít sem er bara í raun og verið síðan steinbítur sko. Þetta hefur sannlega byrjað þannig að kallarnir voru að hengja upp hérna sko, búa til steinbít fyrir harðfisk og skáru í hann svona sem var kallað hérna fyrir vestan að kúla og þeir eru náttúrulega hengt þetta upp og kúlaðan steinbítur verður tilbúin á svona 12-17 dögum og hann er ekkert pæklaður, hann er ekkert salt, hann má hengja hann bara út á snúru eða hvað sem er. Og ég fullir það er ekkert bragð sem jafnast á við kúlaðan steinbít. Ég hef hann svolítið harðari, hef hann svolítið lengur, þannig að það verður kannski líkara harðfiski. En ég síðan bara, sem sagt, úr saltvatni, bara dálítið lengur. Og þetta hefur vakið nokkra athygli meðal útlendinga sko. Og svo náttúrulega erum við keyrað dálítið líka, ég er ekki með það núna sko, keyrað svolítið á regnbogasilungnum úr Dýrafirði. Við erum búin að gera það undanfarinn ár og við keyrðum líka mikið á bláskilinu frá Hrísey. Svo náttúrulega lagði það plaupan ekki niður. Ég þekki hana vel. Það var alveg gríðarlega vinsælt. Mínu héraði. Já. Og þetta er einhvern veginn ekki komist alveg á koppinn hérna, þessi kræklingarækt hérna. En er eitthvað að reyna hérna inn í fjörðurum að rækta krækling, veit ég. Það var kannski dýpi til. Ég veit ekki hvað veldur sko. En ég söknaði svolítið að hafa ekki hérna krækling. Ég finni út úr því. Já. Og svo náttúrulega erum við með frábæra rækju hérna á Rækju. Og frábært þetta er. Já. Takk kærlega fyrir að taka á mót okkur. Já, það var lítið.
Lítið. Og það er búið að vera yndislegt að kíkja í Tjöruhúsið. Já, takk fyrir það. Ég ætla að þakka ykkur áhorfendum fyrir samfélgina í kvöld. Við sjáumst næsta mánudag. Verið bless.